Komið í sælöll út all land. Eins og síðasta fimmtudag þá ætlum við að flakka vítt og breitt Hvalfjörðinn í dag á mangu sjóli og með hjálminn á höfðinu. Fyrsta stoppið okkar í Hvalfjörðinum í dag á Þórisstöðum. Þar hefur kornung fólk ákveðið að láta drauma sína rætast í sveitinni. Heyrðu, ég og kona mín við lentum í því bara síðasti vetur að okkur var boðið þetta og við ákveðum að slá til og hugsuðum þetta svolítið lengi að hvort við ættum að fara í þetta þar sem þetta er svolítið stórt dæmi hérna og nóg að gera í sveitinni og við bara, okkur list bara vel á þetta og sáum að þetta getur alveg gengið upp og flottu staði til þess að búa og við bara slóum til. En er þetta ekki fyrst og fremst ferðamannastaður eða er þetta í almennu búskap? Nei, við erum ekki í almennu búskap en þetta er fyrst og fremst ferðamannastaður hér en við erum þó aðeins að maður ætlar að vera með nokkra kindur og einhver hross og svona og bara fyrir sig sjálfan. Og hvað er það sem þú ert að bjóða fólk hérna upp á? Heyrðu, við stöndum nú hérna á gólfvellinum og við erum með 9 hólu gólfvöll sem er mjög skemmtilegu völlur. Þetta er fjölbreyttur völlur og það er alveg hérna upp í Hlíð, upp í Ferstikluháls og hérna niður að Þórisstaðavatni. Þannig að hann er svolítið skemmtilegur og svo erum við líka með minigolf og svo höfum við hérna súpuskála þar sem er svona þjónustumiðstöðin okkar og þar eru léttar veitingar eftir að fá sér hérna frábæra sjávarréttasúpu og svo súpu dagsins. Sem að þú eldar sjálfur? Já, konan eldar hana. Hún á allan heiðurinn á honum og svo erum við með húsdýragarð og þar eru fjölbreyttar tegundir og sem ég get sýnt ykkur eftir og svo erum við með sumarhús og tjaldsvæði. Hvað ertu gamall? Heyrðu, ég er 24 ára Já. Og kona mín hún er ég má kannski ekki segja það, höldum því bara leyndu. En þá er sko spurningin, ef þú ert 24 ára, af hverju bara stendur ekki á að fara að vinna í banka eða? Ég er bara ekki áhuga á því. Það er ég er miklu meira áhuga á því að vera með fólki og ég vil ekki kannski loka mig af endilega inn á einhverjum bankaskrifstofu. Þar sem ég vil bara vera, úti og vinna, þar sem ég er náttúrulega hjá sveitafélaginu, þar er ég að vinna með börnum og mér finnst það bara mjög gaman og það gefur mann, það heldur manni alltaf, heldur manni svolítið í ræturnar að vinna með börnum. Ég held að það sé hollt fyrir bara alla að fara alltaf og vera eitthvað með börnum. Og svo er maður hér í sveitinni og hér er maður svona í að slá og moka skít og tína upp rusl og gera þetta bara svona þetta almenna sko. Þannig að þetta er svolítið fjölbreytt og þannig að maður er ekki alltaf inn í einhverju tölvuvinnu sko. Og svo erum við náttúrulega erum bara fluttum hingað 4. mars og erum svolítið að læra inn á þetta allt saman og þetta verður svolítið lærlingssumar hjá okkur, hjúunum sko, að átta okkur á því hvernig þetta allt virkar en við höfum góða kollega og félaga í Hvalfirðinum sem eru í ferðaþjónustu og leitum ráða hjá þeim svona og við svolítið leggjum áherslu á það að þjónusta sumarbústaðasvæðinu sem er hérna í kring og það er í Svínadalum og bara í Hvalfirðinum í heild sinni eru eitthvað 400-500 sumarbústaðir. Svo er Skorradalur bara hinum með við Draghálsinn. Þar eru mjög margir, ég veit ekki alveg töluna, en þar eru mjög margir sumarbústaðir og við leggjum svolítið áherslu á að reyna að þjónusta þá. Bæði þá þeir eru mjög mikið að kaupa sumarkort hjá okkur og koma í golf og svo vonandi náttúrulega húsdýragarðurinn, hann er nýr og kemur með okkur og það er svolítið fjölskyldufólki að koma. En svo erum við til dæmis með, við veitum eldri borgurum frítt á tjaldsvæði hjá okkur. Það var nú bara því að manni finnst ofta af þeim vegið og okkur fannst bara, mér finnst allir sem geta leggja sitt á mörkum og við ákveðum að gefa eldri borgurum bara frítt á tjaldsvæði hjá okkur og það hefur verið að skila sér þegar þeir eru að koma sem er alveg æðislegt bara. Hvernig er það svo að vera með svona lítinn húsdýragarð? Heyrðu, það er náttúrulega nýtt í lífinu mínu og okkar og við erum svolítið hann er svolítið í uppbyggingu og við erum að setja hann saman og hérna eru nú pekingendurnar okkar. Þær eru 5 og ég ætlaði nú að hleypa þeim hérna út og sjá hvort þær komi sjálfar. Ég hugsa að ég þurfi að fara inn og ýta aðeins við þeim. Svona grein.
Já, ég náttúrulega nýti eggin hjá þeim eða nýti eggin af þeim og svo mun ég líklegast hafa einhverja steikur svona. Þó maður sé nú eitthvað í skotveiði þannig að líka en ég mun klárlega nýta þær afurðir sem ég fæ bara fyrir mig og mína sko. Já. En það andakjöt mjög gott. En ekki gífurleg vinna að vera með öll þessi dýr? Jú, og ég hefði aldrei Sem sýningardýr? Jú, ég hefði aldrei farið í þetta nema að því þetta er áhugamál. Já. Þetta er ekki fyrir hvern og einn að fara í bara til þess að hafa húsdýragarða því að þú ætlar að markaðssetja fyrir ferðaþjónustu. Þú verður að hafa áhuga og náttúrulega hugsa vel dýrin. Og við erum nú verðum með nokkur margar tegundir sem ég er nú að kynnast mörgu þeirra sjálfur í fyrsta sinn. En ekkert mikið af sko þær eru ekkert margar. Þær eru kannski 5 endur hér til dæmis. En þetta er búin að vera draumur lengi þar sem maður ólst svolítið upp í sveit á sumrin sko og á Vestfjörðum. Þannig að það er frábært að fá loksins tækifæri til þess að fá sér dýr sjálfur. Já, hér erum við að sjá hasana sem eru nú ekki algengir hér á Íslandi. Nei. Og ekki margir sem hafa séð á. En ég var að hleypa þeim út, þeir eru með þetta útibúr hér og þeir hafa aldrei farið út á ævinni áður. Þeir fóru út hjá mér þar sem þeir bjuggu. Já. Og eftir að þeir fóru út, þeir eru svo villtir þessir fuglar. Já. Þá eru þeir bara búin að gera hreiður og byrja að verpa á fullu. Já, og líður bara vel. Já, ég held að þeir líði bara mun betur á því að vera svona í meira sínu náttúrulega umhverfi og við erum með fiskinett. Þetta hefur nú verið á botninum á torginu, fyrir þá sem vita hvað það eru sjómennirnir sem þekkja það. Já. Þetta hefur verið á torginu og fékk þetta til þess að þeir eru svo styggir að þeir eiga til að fljúga upp. Já. Og svo þeir slasi sig ekki og fara bara í netið. Já. En þarna má nú sjá höfðingjan í búrinu, sko, þarna er kallinn. Já, hann stjórnar þessu. Já, hann stjórnar þessu, eins og á svo mörgum öðrum stöðum. Nei, það er yfirleitt konan. Hvað er þetta með hérna? Ég hef kannski séð þetta framan á viskíflösku eða eitthvað. Geta ekki lesa? Þetta eru kornhænur, eða the famous grouse, eins og sumir orða það og þær eru mjög vinsælar úti í Bretlandi sérstaklega. Þar sem eggin þeirra eru án kólesteról og þykja mjög góð. Þannig að þú myndir hugsanlega selja eggin undan þessum? Ég veit ekki að ég sjálfur að borða þau. Já, það væri kannski, ég held að það sé nú, það maður hefur bara gott af því. Já, en hvernig velurðu dýrin sem þú ferð hingað? Þú ert nú eftir að auka eitthvað við, ekki? Jú, það er eftir að koma nokkur dýr, nokkra tegundir og það er bara þau dýr sem ég hef alist upp með og þau dýr sem ég bara hef spenntur fyrir að kynna mér og þau hef ég fengið. En svo til dæmis eins og þessar kornhænur, það var ekkert ætlunin að fá þær sko. Nei. En mér var boðið þær og ég sló bara til og það var eins líka, mér var boðið önnur tegund því ég fór og sækja þessar þá var mér boðið líka hójara sem eru skrautúfur og þannig að þær komu líka nýjar í húsið. Þær eru með svolítið skemmtilegt og stórt og mikið stél og eru svolítið magnaðar og skemmtilegar. Við erum með 1 par af þeim. Við erum með þær núna, að þær eru að para sig þær eru ekki með bréfdúfuna núna. Hvað sérðu fyrir að þessi garður verði stór á endanum? Sko, ég hugsa að þetta verði svona 12 til 14 tegundir. Það komu 2 tegundir sem ég var ekkert búinn að gera ráð fyrir. Það voru eins og kornhænurnar og hójararnir. Þannig ég hugsa það verði svona eitthvað það. Það er mikill spenningur hjá öðrum sauðfjárbændum því ég verið komið forystufé upp á heiði. Þá fáum við öll svolítið að hlaupa og elda sko. Þannig að það er... Þú vilt hafa smá svona áskorunir í þessu? Já, það verða að vera áskorunir í lífinu og í hverjum degi fyrir sig sko. Það er annars... Allavega finnst mér það verður að vera eitthvað. En sko þegar þið farið út í svona bransa, ertu ekki bara að velja þér lífstíl bara
að eilífu. Hvað segirðu? Þegar þú ferði út í svona bransa, Já. Þetta er náttúrulega bara lífstíl sem þú ert að velja þér, eða ekki? Þetta er ekkert annað nema lífstíl og maður velur sér bara þetta. Já. Nú fæ ég ábyggilega drita á mig að því ég er hérna, það er allt í lagi sko. Þetta er lífstílinn. Já. Og hérna, og maður er ekkert hér til þess að verða ríkur sko. Nei. Maður er bara hér að því maður vill lifa lífinu og kynnast sveitinni almennilega og vera með smá dýr og fá fólk og hafa það bara svona huggulegt sko. Og þú sér alveg fyrir þér að vera hérna næstu 70 árin og bara hafa gaman eða hverjum degi? Já, maður allan að verður hérna eitthvað sko. Já. Næstu árin, maður stefnir á það. En þú ert að vinna allan sólarhringinn svo þetta virki, eða ekki? Jú, maður er eiginlega að vinna allan sólarhringinn, má eiginlega segja það. Já. En maður, eins og ég segja, þá á maður á að gera þetta þegar maður er ungur. Já. Og hafa það svo huggulegt þegar maður er orðinn eldri bara. Það er svona ekstra huggulegt. Skalt forða þér á gatinu á hann að það er dritt á þig. Já, ég held það. Nú erum við að rölta hérna niður gamla veginn sem lá Hvalfjörð sem að, já, svona eldra fólki kannski rís hugur við að minnast þessara ferðalaga Hvalfjörð hérna áður vegna þess að það var langur og strangur fjörður. Já. Og þá var meðal annars alveg til 1951 keyrt hér Litla Sandsdal og yfir þessa gömlu brú sem við erum að nálgast, Bláskeggsárbrú, sem að, já, er býsna merkileg fyrir margra hluta sakir. Bæði er þetta elsta steinsteypta brú á Íslandi, utan Reykjavíkur, byggð 1907, en þetta er líka eina friðlýsta brúin á Íslandi. Og svo líka, sko, þegar brún var byggð 1907, þá var hún ekki gerð fyrir bíla umferð. Hún var raunverulega bara gerð fyrir gangandi vegfarendur og hesta og vagna og slíkt. Þannig að þegar bílaöld svo hófst, að þá var henni aðeins breytt. Hún var breikkuð 80 cm og styrkt, þannig að hún fylgdi bílaumferð. Og þegar það farið í þessa endurbætur og færa hann semst í upprunalegt horf, eins og hann leit út á 1907, að þá var byrjað því að taka þessa viðbót, þessa 80 cm og þessar styrkingar og nú lítur hún bara út í dag nánast eins og gerði þegar árið 1907. En hvernig stendur á því að elsta byggða brú á Íslandi er hérna inn í þessum litla dal hérna í Hvalfirði? Já, það er góð spurning. Hérna áður þegar menn fóru Hvalfjörð fótgangandi og hestum sínum, þá vildu náttúrulega fara stystu leið. Það var ekki fært hér fyrir Þyrilsklifið sem liggur alveg fram í sjó nema á góðri fjöru. Og ef að fólk náði ekki fjörunni, þá gat verið illfært upp Þyrilsklifið, eins og veturna þá var oft bara ísing og nánast ómögulegt að komast upp og með hross. Og þannig að þá þurfti að fara að klöngrast kannski hérna upp fyrir, langt fyrir innan og þetta tafði fólk svo leið sinni. Þannig að ef það náði ekki fjörunni, þá var þetta bara óhemju ferðalag hérna lengst upp með dalnum. Eða þá þurfti að bíða marga klukkutíma eftir næstu fjöru. Og áin, þó hún sé mild og falleg í dag, þá getur þessi á verið miklu meira ógnvekjandi heldur en við sjáum núna á þessum fallega vordegi. Það var gaman að hitta fólk sem man eftir þegar að keyra hérna. Og bílstjórar meðal annars, þá voru þeir jafnvel að setja keðjur á rúturnar vegna þess að þetta var svo kröpp beygja og svo það var ís yfir öllu og hálka, og komast hérna upp og bara, þú veist, til þess að hitta hérna inn á brúnna, sko. Ég hef mikið fengið margar hérna svona hryllingssögur. Já, sem það þurfti bara að taka þetta á ferðinni. Já, nánast, sko.
Þannig að þetta er svona einn af þessum stöðum sem mennum var örugglega svolítið illa við að fara hérna á sínum tíma. Plús það að það er sagt að það sé mjög reimt hérna og það tengist reyndar líka alveg örugglega nafninu, hérna Bláskeggsá. Þetta er Bláskeggsárbrú, þessi merkilega brú hérna. En Bláskeggur þessi, Þorvaldur Bláskeggur, hann bjó hér á Miðsandi á tímum Harðarssögu Hólmverja sem er bara fljótlega í kringum landnám, 982, 3, 4, 5, eitthvað svoleiðis. Og hann, þessi Þorvaldur, hann var hálsskorinn hér í ánni og heita þær síðan Bláskeggsár, segir í sögunni. Þannig að ég vissum að reimleikin hérna tengist til líka en ástæðan fyrir því að Þorvaldur lenti í þessu óhappi var að það voru útlagar hérna í Hólma, Harðarhólmi eða Geirshólmi öllu heldur og þeir komu gjarnan að því að Hólmanum var bágt til bjargar, eins og segir í kvæðinu. Þannig að þeir þurftu að koma til að sækja sér ferskvatn til að hafa í Hólmanum og í einni slíkri vatnstökuferð að þá sátu strendur fyrir þeim sem voru þeir sem bjuggu hérna á Hvalfjarðarströndinni, meðal annars Þorvaldur Bláskeggur. Og í einni vatnsöflunarferð Hólmverja þá verður hér heilmikil barátta vegna þess að strendur ætla að ráðast á Hólmverjum og drepa þá af því að þeir voru, eins og ég sagði áðan, útlagar og fóru bara rænandi hér sveitir og voru mikil ógn við íbúana. Þannig að þeir ætluðu að reyna að ráða niðurlögum þeirra hérna en það fór semst ekki betur en svo að það fór eiginlega á hinn veginn. Þannig að Hólmverjar þeir komust hér af en margir létu lífið og meðal annars Þorvaldur Bláskeggur hér í ánni. Þannig að það er líklegt að Þorvaldur Bláskeggur sé ennþá á vappi hérna? Mér finnst það mjög líklegt. Og hafi truflað ökumenn á ferðum sínum hér. Það skulle bara koma okkur. Sæll Kalli. Bless, velkomin í Festikluskóla. Takk fyrir. Ég fór að velta fyrir mér þegar við spjöldum saman. Já. Svona, og þannig ég lagði leið minni hingað. Já. Hvað maður ætla að titla þið, sko? Við erum alltaf með svona titla hérna neðst. Sko, ætti ég að segja veitingahúsastjóri, kaffihúsaeigandi, kaupfélagsstjóri eða safnstjóri? Ef við ekki bara segja veitingamaður. Veitingamaður. Já. En fólk eftir að komast að því þegar við förum hérna í gegnum skálan með þér, af hverju þessi titlar myndu allir passa við þig? Jú, þetta er svona sitt lítið af hverju hérna í Festikluskóla og það er svo sem ekkert eitt sem er mikilvægara en annað því að þetta gengur allt mjög vel saman. Við getum kannski byrjað að tala þá hérna dænirinn, við hefum nú ekkert íslenskt nafn yfir dænir eða það? Nei, ég held ekki. Ég allavega fann það ekki í fyrravetur þegar ég var að reyna að finna út úr þessu. Ég bara googlaði dænir og fann þá þessa liti og þetta útlit. Já. Og þetta er náttúrulega amerískt. Og ertu með einhverja sérstaka fyrirmynd, einhvern sérstakann stað í Bandaríkjunum? Nei. Þetta var bara, þetta er gegnum gangandi, svona lítur þetta út og svo fékk ég frá góðvinni skálans mikið af myndum. Já. Og Gaui litli, hann skaffaði mér þetta allt saman. Það er svona eitt og annað til. Og þetta er svolítið, gerir þetta svona meira, svona að 7. áratugs stemningu hérna inni? Já, en þetta er náttúrulega allt íslenskt, sko. Já. En hugsunin á bakvið þetta er að fólk hafi aðeins meira sko við að vera heldur en bara að setjast niður og bíða eftir matnum. Já. Þannig að fólk geti aðeins horft í kringum sig og þannig er þetta byggt upp að það er jú verslun sem að fólk gengur nú vanalega bara beint inn í og út úr. En svo erum við að reyna svona að tefja fyrir fólki með því að setja upp litla hvalasafnið og alls konar myndir hérna frammi og
þetta er svona, eins og ég segi, sitt lítið að hverju. En hvernig hugsaðu matseðilinn hér? Er hann amerískur eða? Nei, hann er alveg alíslenskur. Það er sko, við leggjum mikið upp úr hamborgurum og þá fáum við núna beint frá bíli. Það er alveg hrein kjötafurð, nautakjöt, íslenskt nautakjöt. Þannig að það er engin amerísk áhrif í því. Og þú leggur svolítið mikla áherslu að hafa þetta alveg hreint nautakjöt í gegn. Já. Og það er ekkert allir hamborgarar þannig í dag? Nei, því miður og alveg vísfjari. Við erum með 120 gramma nautakjötborgara og við erum reyndar með lambakjöti líka beint frá bíli eins og til þessi kjötsúpu. Það er bara keypt hér frá Bjarteyjarsandi og næsta bæ og svo er það bara úrbeinað og fryst hérna á staðnum. Þannig að í þessu litla húsnæði er svolítið stórborgara stemning? Já, við þykjumst vera dálítið stór. Hérna hugsið þið stórt í litlum skömmtum? Já. Það kemur líka mikið af fólki hérna. Það er skemmtilega við þetta. Já. Sko fyrir mitt leyti séu, þá þegar ég kem á svona smærri staði, þá hef ég mjög gaman að koma inn í svona litlar kaupfélagsbúðir, sko, sem selja allt. Já, það er bara, í þessari þá er aldrei nóg pláss. Það er aldrei nóg mikið til. En við reynum að útvega allt sem að svona mest selst og svo ef að við verðum uppi skroppi í búðinni, þá reynum við að redda fólki úr eldsunni. Þannig að það gengur. En kemur þú úr Hvalfirðinum eða? Nei, ég kemur austan að Borgarfjörð eystra, þannig að ég náttúrulega alinn uppið og var meira að vinna í pínu litlu kaupfélagi þar sem að allt fékkst. Já, þannig að þú þekkir þetta á þessa stemningu og svona það helsta sem fólk þarf. Já, við erum ekki í þéttbýli, þannig að þetta er spurning að þegar byrla reiðhjól hér út, þá notum við sko stjörnuljós sem er víri til að gera við það. Já. Og þú veist líka að þarf alltaf bara eina ríkisvöru að hverjum flokki? Já, það er svolítið svoleiðis. Og svo er það þetta hérna sagði sem er svona merkilegasti parturinn í húsnæðinu. Þetta er nýjasta viðbótin, eða þar að segja, þetta kom þegar við opnuðum í fyrra, þá var þetta svæði alveg ónýtt, þannig að við hérna, með hjálp góðra manna í hugmyndavinnu, fundum út að þetta væri það sem að væri best að nýta plássi til, það er litla hvalasafnið. Það segir sig sjálft kannski að það á að vera hvalasafn í Hvalfirði? Já, þetta er sko klárlega, þetta er ekki lífríki hvala, þetta er ekki vísindalegt hvalasafn. Þetta er atvinnuvegatengt og bara því að hvalstöðin er í Hvalfirði, að þá notum við þetta til þess að draga saman hérna söguna, hvernig saga hvalveiða við Ísland hefur verið og frá því að Baskar byrjuðu að veiða hvali fyrir mörg hundruð árum og svona til nokkurn veginn dagsins í dag. Og erum með hérna lifandi myndir og við erum með ljósmyndir og við erum með textaskýringar og svo talsvert af munum, hnífa og það er nú ekki mikið notað áhöldum í hvalskurði, sko. Þetta er alltaf sömu hnífarnir og sömu krókarnir. Já, múið gera það í mörg áratugi. Það hefur ekkert breyst. Það er bara japanski hnífurinn og norski hnífurinn. Það er bara þeir tveir sem eru notaðir. Og svo tók ég nú eftir því þegar ég hjólaði hérna að staðniðinum að þeir hefur tekist að koma hval í fullri stærð á vegginn hér. Jú, það hefur verið skortur á hvali í Hvalfirði núna undanfarið. Já. Og það er svo erfitt fyrir fólk að ímynda sér hvalur er stór, við vitum það. Já. Þeir eru þetta misstórir. Þannig að ég tók mig til og reisti vegg með mynd af 50 fermetra mynd af langreið. Svona á hvalurinn að vera, hann er í raunstærð og raun útliti, hann er í réttum hlutföllum og þetta er eitthvað sem er hægt að líka sér við. Þannig að fyrir fólk sem ætlar í hvalaskoðunarferðir þá er alveg 100%? Já, það er alltaf hvalur sjáanlegur. Hérna í Ferstikluskála? Já, vissulega ekki kannski alveg eins tilkomið mikið að sjá blásturinn og sporð ef hann sýnir sig. Nei. En þetta er nú hugsað til þess að fólk svona gerir sér í hugarlund hversu stór þessi skepna er. Þetta er alveg, og þó er þetta sko bara næststærsti hvalurinn sem er í heimsögunum sko. Já, þetta er langreiður? Já, steypireyðurinn er jafnvel 10 metrum lengri heldur en þessi sko. Já, þá ertu farin að nálgast hérna þjóðveginn? Já, það hefði verið til vandræða og hæðin líka, þannig að ég hefði þurft með þetta í umhverfismat
Já, því að þú í rauninni byggðir hennar vegg. Já, Fyrir þessa mynd? Já, þetta er alveg byggt frá grunni til þess að hýsa myndina. Já, maður hefði svona haldið að veggun hefði verið hérna og bara sagt, málaðu hval á mig. Nei. En það er ekki þannig. Nei. Og þetta svæði hérna sem að við erum búin að ramma inn, það er hugsað fyrir svona stóra hluti eins og bein og kjálkabein til dæmis og svo er ég leitað mér að byssu, hvalabyssu. Já. Og fleiri svona stærri munum sem að væri þó úti við. Svo er náttúrulega útsýn hérna yfir Hvalfjörðinn. Já. Og það sagan í rauninni fylgir með þegar fólk stendur hérna út í þér. Já. Og það er náttúrulega saga á bakvið nafnið af Hvalfjörðinum líka. Já. Hvalurinn Rauðhöfði synti hér inn og upp í Hvalvatn. Já. Og svo saga er mögnuð og hérna. En svo hittist þannig á að hvalstöðin tekur til starfa 48 eftir stríðið. Og þar með þá tvinnast þetta saman, nafnið á firðinum og þessi vinnsla. Já. Og það er náttúrulega gaman fyrir krakka, og kannski hvern sem að fá að koma inn og bera sig saman við stærðina, sko. Já. Og ég sé að það er aðalega útlendingarnir ennþá, þetta er náttúrulega nýkomið upp núna, að fólk stillir sér upp hérna við girðinguna og tekur myndir. Já. Og það er náttúrulega hugsunin með þessu. Og kemst að því að við erum bara ansi smá. Já, ég er nú ekki með stærri mönnum en samt þá sést náttúrulega mjög glögglega hvað ég er lítill. Já. Ég er þó nokkuð breiður en hef ekkert í þennan að gera, sko. Að þú eins og Jónas kæmust fyrir hérna inni? Já, no pláss. Ekki missa af næsta þætti af Á flakki, því þá ætlum við að fræðast ástandið í Hvalfirði á stríðsárunum. Þetta hefur verið alveg ótrúleg, stórkostleg sjón að horfa hér yfir. Hernám í Hvalfirði næsta fimmtudag á N4. N4 fyrir þig.